Komið blessuð og sæl og verið velkomin með okkur hérna í Hvíta Máva. Gestur þáttarins, hann hefur meira vit á skipum og skemmtiferðaskipum heldur en kannski margur annar. Hann er hafnarstjóri á Akureyri, hefur gert ýmislegt í varðandi íþróttir og fleira. Pétur Ólafsson heitir hann og ætlar að spjalla svolítið við okkur, segja okkur pínlítið af skemmtiferðaskipunum sem hann koma hingað með þúsundir farþega í einu. En gjörðu þið svo vel. Pétur, velkomin. Kærar þakkir. Stór spurning í byrjun, hvað koma mörg skemmtiferðaskip á þínar slóðir yfir sumarið? Núna síðastliðið sumar voru þetta rúmlega 100 skip, 103 skip sem kom til Akureyrar og Grímseyjar. Þetta verið einhver 18 skip sem komu til Grímseyjar en restin til Akureyrar. Já, en ekki leggja þessi stóru skip að í Grímsey? Nei, til Grímseyjar eru koma þessi minniskip sem eru með kannski 100-200 farþega. Já. Kannski 150 farþegaskip og allir eða flesti fara á land þar og ég hef það hafa verið einhver 2500 mann sem komu með þessum skipum til Grímseyjar í sumar. Það er fín búbót. Já, og mér sýnist nú á Grímseyingum að þeir séu aðeins að vakna til lífsins og allir sér að reyna að ná smá peningum að þeim. Já, er það ekki að reyna að gera það? Þetta fólk er náttúrulega komið til þess. Nákvæmlega. Já, en þá er þetta fólk ferjað í land bara á bátum? Já, þá er þetta fólk ferja á léttabátum í land í kannski svona 3-4 ferðum og stoppar í 4-5 tíma. Skoðar eyjuna, fer norður fyrir Heimskautsbaug og nýtur lífsins. Og tekur mynd af lundanum? Nákvæmlega. Það er lundin sem að dregur að? Það er lundin og komast norður fyrir Heimskautsbaug. Já, það sem fólk er að gera. Já, og síðan bara kom inn í lítið fallegt sjávarþorp. Já. Það er mjög fallegt líka. En Pétur, ekki bara koma þessi skip, það þarf að vinna af því hlýtur að vera? Jú, þetta er náttúrulega áralöng markasókn sem er að skila sig kannski núna síðustu árin. Auk þess sem bara norðlæga slóðir eru mjög vinsælir í dag. Já. Hreina loftið að koma sér norður og Íslandi er náttúrulega mjög heitt að vera viðurkennast. Já, við fáum svo litið af þessu fólki hingað í flugsafni hjá okkur, það sem við erum og maður segir, já, hvernig líkaði veðrið, eins og það var í sumar til dæmis. Já. Fólk er ekkert að tala um veður. Nei. Ég man, þegar ég byrjaði á höfninni 1998 byrjaði hausti til og það snjóaði í september og fórum borði í einmitt stórt skip sem var á pollinu þá. Já. Og ég hugsaði með mér, Jesús minn, snjór niður í miðar hlíðar og þetta fólk er að hafa mjög sveitt. En það komu allir með bros tilbaka. Já. Og þetta fólk veit að það er kalt hérna og það veit að það getur átt von á snjó á haustin og þetta kemur því ekki óvart. 98 þá byrjaði að vinna hjá höfninni. Já. En sko, þá náttúrulega hlýtur að vera búin að vera að vinna í þessu útlendinga og skipaferðum alla þennan tíma. Hvernig plattið í skipið eða nærrið í skipin til Akureyrar? Já, fyrsta lagi þá höfum við verið að fara á sýningar og senda frá okkur síðan upplýsingar sem við teljum vera söluvenna fyrir svæðið. Já. Og fyrsta lagi náttúrulega við erum að selja Ísland. Og við njótum góðs að því að Reykjavík sem höfuðborg hefur verið að fá mörg skip í gegnum tíðina og síðan kemur Akureyri og síðan kannski Ísafjörður og síðan smærri hafnir. Já. En samstarfið milli hafnanna og sem sagt á landinu í kringum þetta hefur verið mjög gott. Þetta var þetta ekki þá bara aðalega í upphafi, var þetta ekki bara Reykjavík og þá kannski Akureyri? Jú, en fyrsta skip sem kemur með farþega til Íslands, til Akureyrar er 1906 eða 7. Kom í tvígang hérna skip sem hét Oriana. Nei, Oceania. Já. Og þarna, það var mjög gaman því, með 300 farþega. Já. En þeir hafa ekki farið upp í rútu og farið til Mývatnssveitar? Nei. Það er alveg á hreinu. En þeir eru öllum bæinn. Já. Og það er það sem manni sýnist einmitt vera að annarkvort fer fólk upp í rútu og fer út úr bænum eða það fer og röltir bæinn, lappar upp kirkjutröppurnar og upp í listingar og þess aftar. Já. Þetta er svona cirka 60-65% sem fer í skipulagðaferðir. Já. Og Mývatnssveitin og Goðafoss og Mývatnssveitin mjög vinsæl og allir sé ekki allavega helmingur sem fer þangað.
þetta þá sérst búið að selja borð bara? Já, þetta selst bara á leiðinni milli Akureyrar og Reykjavíkur. Já. Og jafnvel fyrr. Já. Þá eru ferðaaðilar búin að bjóða upp á þessar ferðir og eru kannski með 7, 8, 9 tegundir af ferðum. Já. Og bara selst misvel. En nú náttúrulega hefur þú örugglega heyrt það sem ég hef heyrt og margir aðrir að mönnum þykir sem sko að bærinn sem slíkur og viðskiptin séu afskaplega lítil. Já, maður er búinn að heyra þetta. Hefurðu heyrt þetta? Nei, ég segi svo. En sagan hefur samt kólnað aðeins núna síðustu ár finnst mér og ég vil bara segja þetta við þetta fólk sem er að kalla eftir þessu að fólk sem er að koma með skemmtiferðaskip til Íslands er ekki að koma til þess að versla. Það er að koma til að skoða náttúruna. Já. Og náttúran okkar er einstök og þetta fólk er að koma út af henni aðalega. Þannig við bara eigum að njóta þeirra sem að koma upp í bæinn okkar, þessi 40%, og þeir kaupa og tölvöld mikið og ég veit að þessi farþegar sem eru að koma til Akureyrar og Grímseyjar er að skilja eftir sig einhverja 2 milljarða hérna á Akureyri. Já, Akureyri og Norðurlandi. Já, en sko þeir sem eru að koma og þú ert að fást við þetta, veit þetta fólk, þekkir það, er búið að læra eða er búið að kynna þeim, er kynning borð, hvernig fer þetta fram? Þannig að þetta verði svona áhugaverð. Það er mikil kynning borð bara svæðið. Jafnvel söguna, Íslendingasögunar og fólk er alltaf meira og meira meðvitað hvað er í gangi og hvernig bærinn lítur út og hvert á að fara, á hvaða stað í bænum, listigarðinn eða kirkjuna eða bara upp í miðbæ. Og bara með bara internetið hefur bara búið upp á mikið sko. Þannig að hlýtur að hafa orðið mikil breyting einmitt á þessu bara í gegnum það. Já, ótrúlega mikil. Ótrúlega mikil. En hefur þú oft farið á svona kynningar, sölu, ráðstefnur út af þessu? Já, við höfum farið svona árlega á einhverja sýningu og en samt eru sýningarnar orðnar ekki eins mikilvægar eins og var áður fyrr. Fyrsta lagi hefur maður orðið bara meðvitað það að bara útlendingar þekkja Ísland miklu meira heldur en var. Er það svo? Já, tölvöld mikið og síðan er bara samskiptin og við þessi fyrirtækin er ekki rosalega mörg sem eru með skemmtiferðaskip. Þannig við erum komið með góða kontakta inn í öllum þessu fyrirtækjum og þeir þekkja aðstæðurnar hérna, þeir þekkja höfnina og þeir þekkja þá áfangastæði sem þeir vilja heimsækja. Pétur, hefur þú farið í svona siglingu með svona skipi? Nei. Þetta er ekki svar sko, þetta er ekki hægt. Já sko, það sem ég hef farið með þessum skipum er frá Grímsey til Akureyrar. Já. Ég fengi farið með svona skipi bæði í sumar og í fyrrasumar. Skip sem var Le Boreal sem er náttúrulega þekkt fyrir að hafa lent í skaða núna í Suðurhöfum í haust en ég fekk fara með því skipi núna frá Grímsey til Akureyrar, það var mjög gaman. Hvernig lýstu þessu fyrir okkur? Hvernig er að vera borð í svona skipi? Já, þessi ferð sem við fórum í sumar var mjög athyglisverð því að eins og menn kannski hafa tekið eftir mikið hval á Eyjafirði, búið að vera núna síðustu misseri og þeir stoppuðu við Hjalteyri í svona klukkutíma á skipinu og skipstjórinn hann var að kalla í mikrofónin í skipinu. Það eru hvalir á stjórnborða eða hvalir á bakborða og fólk var að endursendast á milli borðana og horfa á hvalina og þetta var mjög gaman og bara sjá upplifunina hjá fólkinu, að sjá hvalina, það var ótrúlega gaman. Já. Eru þetta mestmegnis skip, þessi fínu, flottu skip sem að sigla sko, eins og maður segir, Suðurhöf á öðrum tíma heldur en þau eru þannig að þvælast hér? Já. Þau eru að þvælast hérna á þessu tímabili maí til september. En þó er þetta aðeins að breytast og í fyrra fengum við skip í mars og það er aðeins að byrja þessar vetrarferðir sem þær endast mikið. Við höfum von á skipi 2017 í mars. Í mars? Já. Þannig að það er eitthvað sem ég til dæmis átti aldrei von á myndi gerast þetta. Nei, það er nú skemmtilegt ef þetta er farið að svona lengjast tímabili. Já, það gerir það og bara spennandi að sjá hvernig það þróast. Pétur, er þetta ekki það sem þú þarfst að gera? Þarfst ekki að fara í eitt svona almennilegan túr? Ætli endi ekki með því, ég trúi því. Hvert myndi þig langa til að fara? Ég veit það, Miðjarðarhafið. Já, ég trúi því. Svo væri kannski bara gaman að taka siglingu Southampton og upp til Íslands, sjá hvernig
vera svona laumufarþegi og sjá hvernig farþegarnir tala landið. Já. Hvað fær höfnin fyrir eitt svona 80.000 tonna skip? Já, höfnin að fá kannski 5-6 milljónir fyrir svona komu. Það svona mikið? Já. Tekjur hafnarinnar fyrra af komu skemmtiferðaskipa voru 145 milljónir. Já. Og þetta hefur vaxið mjög mikið síðustu 5-6 árum. Já. Og menn borga þetta með glöðugiði? Ég ekki viss það, en... Hvaða þjónustu? En við sjálfsögum erum ekki rosalega dýr höfn, sko, með aðrar erlendi, sko. Nei. Hvað það sem að skip þurfa? Það er bundið? Það er bundið og margir kaupa vatn og það er leiðsögn til hafnar. Og það er bara þessi helstu gjöld sem menn eru að borga. Já, föst gjöld? Já. Hvað kostar tonnið af vatni? Það er einhver 300 krónur rúmlega. 300 krónur? Já. Það er nú ekki dýrt. Nei, en þeim finnst það. Þeim finnst það? Nei, þeir náttúrulega mjög sáttu við vatni hérna og þarna eru mjög viljugir að kaupa vatn á Íslandi. Já. Pétur, af hverju ertu hafnarstjóri? Mér finnst það gaman. Já. Það sem að vinna við þessi störf og það sem tengir sjónum og höfninni, þarna er mjög gaman. Já, en sko, var það bara því að þú varst búinn að fara í gegnum þetta alveg frá 1998 og upp þar til verður hafnarstjóri, hvenær var það? Síðsliðið haust. Síðsliðið haust? Já. Var það bara að þú ert bara búinn að vinna þig upp? Já, það má kannski segja þannig. Þarftu ekki að vera verkfræðingur eða þess áttar eitthvað eftir það? Nei, ég er ekki verkfræðingur, en ég sjálfsögði sko, væri búinn að vera í góðum skóla hjá Herði Blöndal, fyrrverandi hafnarstjóra og lærði mikið á honum og bara að vera áhugamaður hafntengda starfsemi. Hvaðan kemur þessi áhugi? Já, pabbi var skipstjóri og þarna, maður var oft niður á bryggju og þetta hefur bara verið mér í blóðbúrið, held ég. Já, en fórstu ofta á sjó með pappa? Já, ég man eftir að ég fór í siglingu 6 eða 7 ára til Kúkshafinn jólin, sko. Já. Þannig að það var eftirminnilegt. Já, hvarflaði aldrei að því, Pétur, að fara bara alveg á sjóinn? Jú, ég ætlaði að vera skipstjóri þegar ég var 16 ára. Nei, og svo bara breyttist það, eins og gengur að gerist. Og hvað tók þá við? Heyrðu, ég náttúrulega vann lengi hjá Knattspyrnufélagi Akureyrar og þarna síðan endaði ég á höfninni. Ég hef ekki verið á mörgum vinnustöðum, ég er svona ílengst og þarna, en já, ég er búinn að vera kannski mestmegnis á þessum 2 stöðum. Já, þannig að það er ekkert verið að hlaupa milli vinnustöða? Nei. Já, en hvað er svona, hvert er verkefni þitt yfir daginn? Já, það er náttúrulega bara almenn stjórnun á peningahaldinu og þeim málum. Við erum náttúrulega í miklum framkvæmdum á hverju einasta ári. Já. Og við erum að framkvæma fyrir 100 milljónir pluss á hverju einasta ári. Þannig að það er bryggjusmíði og það eru endurnýjun á hinum og þessum hlutum sem við þurfum að láta bjóða út. Síðan erum við til dæmis spennandi verkefni núna. Við erum vonandi að fara að panta nýjan hafnabát. Já. Sem að kemur þá á árinu 2018. Og hvað, á að smíða hann sérstaklega eða? Já, það verður bara boðin út og við erum vonandi inn á samgönguáætlun núna sem að gera okkur kleift að klára það mál. Hvað kostar svoleiðis bátur? Þetta er 500-600 milljónir. En þetta er gríðarlega nauðsynlegt bara fyrir svæðið í heild sinni, bara öryggistæki. Hingað er að koma alltaf stærri og stærri skemmtiferðaskip, upp í 140.000 tonn, stærri olíuskip og svo bara sem björgunartæki fyrir norðurlandið í raun. En hérna, hvaðan ertu? Ég er Akureyringur. Ertu það alveg? Já. Faðir minn er frá Grenivík og mamma héðan frá Akureyri. Nú, þú ert bara hérna úr skurðinum eins og ég er úr skurðinum, sko. Svo húsvíking að segja. Já. Og hérna, í hvað skóla gengur þið? Ég var í barnaskólanum, upp allt og endaði stúdent frá Menntaskólanum Akureyri. Já. Og já, síðan var ég 2 ár í viðskiptafræðideild Háskólans í Háskóla Íslands. Í Reykjavík þá? Reykjavík. Já, og? Akkur bara 2 ár? Já, bara langaði norður held ég. Og svo bara lenti maður í þannig vinnu að það var ekkert aftur snúið og ég hef bara verið mjög heppið með það. Hvaða vinna var það? Já, ég endaði hjá Káa, var framkvæmdastjóri þar og svo endaði ég hjá Höfninni og það bara var ekkert aftur snúið. Nei. Þú ert búinn að vinna mikið í íþróttamálum. Já, ég myndi segja það. Og ekki bara hjá Káa, heldur mörgum öðrum félögum?
Já, ég segi ekki, ég hef ekki komið víða við, en þó ég hef svona snert á ýmsu, sko. Já. Ég þjálfaði aðallega knattspyrnu og með Júfa A-réttindi þar og ég hef búin að þjálfa bæði KA í meistaraflokk, karla og kvenna og þjálfaði með þessar meistaraflokk Þórs, Júlíusi Tryggvasyni vinur minn. Já. Og Dalvíkinga. Já. Og þannig að maður svona komið víða við. Ertu hættur þessu? Já, ég hættur þessu. Ég hætti núna í haust, var þá búinn að vera yfirþjálfari yngjaflokka hjá KA í nokkuð mörg ár og held ég hafi bara voru fínt. Var þetta ekki alltaf mikið með þessu starfi sem þú ert í? Jú, þess vegna er maður náttúrulega hættur því, sko. Já. En bara með góðu skipulagi og góðu fólki í kringu sig, þá var það hægt. Sérðu eftir þessu? Já og nei, sko. Það er ágætt að hafa meiri frítíma og ég sé þetta í góðum höndum, þannig að það er sáttur. Já, fylgistu með samt? Svona fjarska. Já, úr fjarska. Já. Er það ekki meira? Ég reyni að skipta mig lítið að. Já, þú gerir það, já. En þig langar? Nei. Þig langar ekki neitt að skipta? Nei, ég er bara að segja, sko, þetta er í góðum höndum og ég er bara sáttur við það, sko. Já. Það er náttúrulega gott. En samt er það, sko, miðað við þennan stærð á þessum bæ eins og Akureyri, að okkur hefur gengið bölvanlega að halda okkur í efstu deildum. Já, það er... í knattspyrnu sérstaklega. Það er bara að segja eins og og ég bara vona allan fyrir hönd KA að það er mikil efni við að koma upp, bæði hjá stelpum og strákum og ég trú að leið og við erum komin upp í efstu deild að þá munum við ílengjast þar. Já. Og stelpurnar hjá Akureyri eru náttúrulega í efstu deildu þar og það hefur verið að gera góða hluti bara síðustu ár og vonandi gengur það bara vel áfram. Já, það er að staðið sér vel. Já. En sko, svo var sameinaður handbolti og þeim hefur gengið svona þokkalega. Ekkert meira. Nei, það er ekki meira. Ég svo sem hef ekki skýringu á því en eiginlega sorglegt að sjá hvernig það hefur þróast. Já. Síðustu ár. Þú, Pétur, hvað gerðu krakkar þegar þú stubbur svona frá 5 og upp úr? Hvað léku við ykkur? Það var náttúrulega margir í fótbolta og bara eltingaleik og þessi leiki sem voru þá í þarna. Þá voru krakkar bara alltaf úti að leika sér? Já, það var mikið úti. En hvernig sérðu þetta í dag? Það er tölvan, vandamál. Það þarf að koma tölvan út þá? Já, þetta er sorglegt hvernig þetta er að þróast. Já. Og maður hefur alveg fylgst með í gegnum yngjaflokkana að það eru einstaklingar að hætta í íþróttum bara út af tölvu vandamálum, sko. Eru þeir að hætta vegna þess? Já, þeir eru orðnir of djúpt sóknir í tölvunar. Og hætta þá í íþróttum? Já. Hvað á að kannski ekki mörg dæmi en þó nokkuð samt. Og þá kannski að við hæfir einstaklingar? Ég minnst það ekki skipta máli að því að ég hef alltaf litið á uppeldisstarfi í kringum íþróttina að vera þannig að þú ert að undirbúa krakkana fyrir lífið. Það er bara plús ef þú færð afburða íþróttamann út frá því. Já. En þú ert að kenna því að skipuleggja sig, vera agaðan og fylgja reglum og svo framvegis. Og mér finnst það hlýtur að nýtast krökkunum bara í lífinu almennt. Þegar þú ert að byrja að æfa í fótbolta og spila bolta með vinnir þínum fyrir svo æfingar og annað slíkt, kostaði þetta eitthvað á þessum tíma? Það man ég ekki. Þú manst það ekki? Örugglega ekki. Nei, það er nefnilega það. En nú kostar þetta í dag? Já. En það eru, og ég held að vissu félögin hérna Akureyri hafi verið mjög skynsöm í þessu, eða verðlagt þetta frekar lágt. Og eru þó að sé dýrt samt. Já, ég meina, þetta eru, já. En það er aðstæðnir eru miklu betri, það er kosta sitt og það er miklu meiri krafa á hæfari þjálfara. Og það er verið að senda þjálfara á námskeið jafnvel erlendis og það kostar bara að halda upp í standard. Það er bara þannig. Það er það sem er. Já. En það veit maður að nágranna þjóðirnar er farnir að senda fólk hingað til Íslands til að sjá hvernig þetta er gert. Já. Og ég held að bara bæði félögin hérna Akureyri eru mjög framalega hérna á landinu. Svo verður þú unglingur. Já. Hélstu áfram í íþróttum þá? Ég alveg til 16 ára. Og svo fór ég í fótbolta þar segja og síðan endaði ég í blakinu og spilaði í blaki mörg ár með KA og það var bara einstaklega skemmtilegu tími. Við náðum mjög langt og spilum í Evrópukeppni og þannig það var mjög skemmtilegu tími og við vorum eiginlega mjög framalega á þeim tíma. Unnum deild og bikar ár eftir ár.
En nú, það eru sveiflur í þessu svo mikið, Já, sko, bara sem gengur að gerist. árangur í svona mál. Það er viðkvæm íþrótt að flokkarnir eru fámennir. Það má lítið það bregða. En þetta hefur verið svona, voru menn ekki bikarmeistari fyrra, þannig að það er bara jákvæmt. Já. En hvernig voru svona táningsárin? Hvernig var, hvaða músík hlustaðir á? Ég var mikill Queen-aðdáandi. Ertu enn? Já. Já. Og ég verið að fylgjast aðeins með honum vinn minn Brian May sem var gítarleikari og hann er núna bara ferðast með einhverju góðri söngkonu Evrópu. Það er gaman að fá þau hingað í Hof. Síðan hef ég aðeins verið kringum bara jazz fusion, mezzoforte, mikill mezzoforte aðdáandi. Já. Og svona samt aðlægt á tónlist. Hlustarðu mikið á tónlist? Já. Ertu með hann í vinnunni? Já, ég hef alltaf svona undirliggjandi eitthvað. Já, er það? Santana líka góður. Já. Þannig að ég er svona fjölbreyttur. Já. Og þannig að þú hefur þá þessi músík hefur hún fyllt þér, þú hefur bara átt bara þína menn eins og það stendur. Ég myndi segja það. Já. Maður verið dálítið íhaldsamur á þetta. Já, en nú veit ég það að kona þín er töluvert í tónlist. Já. Hlustið þið á sömu tónlist? Nei. Hvernig gengur það? Það gengur bara vel. Já. Hver er kona þín? Hún heitir Ragnheiður Júlíusdóttir, þroskaþjálfi. Fæddu uppelinn hérna við norðan en bjó í Reykjavík og flutti svo á norður 94. Já. Við höfum 2 börn, Ólaf Aron og Önnur Rakel. Á hvaða hérna aldrei eru þau? 17 og 20. Nú, þetta er fullorðið fólk. Þetta er fullorðið fólk. Hvað er að verða þau? Þau eru bara í skóla og full í fótboltanum. Þeir stíga sín fyrstu skref í meistaraflokk þar. Já. Þannig að það er bara gaman og það er náttúrulega, kannski lífið snúist alltaf mikið það, fylgja þeim eftir í sinni gleði og sorg í boltanum, sko. En það tekur mörg ár, Pétur. Já. Alveg frá því koma, eru fann að keppa í 5., 4. eða jafnvel fyrr. Já. Og þá bara fylgið þið. Við erum búin að fylgja, verið í þessum ráðum sem hafa fylgt þessu og svona við, sko. Og það er bara búið að mjög gaman að fylgjast með hvernig þetta hefur þróast. Já. Og fylgja þeim eftir. En hvað þá annað sem ég geti gert saman, hvað önnur áhuga maður? Það er rosa lítið tími, skal ég segja þér. Ég held að verið fyrsta skipti núna í haust sem við fórum saman á sólarstund, sko. Fjölskyldan? Já, og þá var bara vika, sko. Já. Það hefur bara aldrei verið nema einn dagur hér og einn dagur það, sko. Því að annarkvor aðeins hefur verið að keppa eða ég að vinna eða frúin að vinna, sko. Þannig að þetta hefur bara, það hefur ekkert verið. Nei, en sko, hefur þú áhuga á þá einhverju öðru? Ég minna svona sem þú getur svona veltir fyrir þér á þess að kannski vera í þessu, ertu að gera eitthvað annað? Ferð á skíði eða? Já, maður gerði það mikið í gamla dag, sko. Já. En ég bara fylgjast með bæjarmálum og landsmálapólitíkinni og... Já, þú gerir það? Ertu pólitískur? Nei, örugglega myndi sumir segja það, en ég er svona... Já, mér finnst bara gaman að sjá hlutina þróast. Hefur þú verið í pólitík, í framboði? Nei. Hefur aldrei? Engan áhuga á því. Hefur engan áhuga á því? Nei. Ef einhver kæmi að segja, Pétur, mér vantar þig hérna á lista fyrir einhver flokk. Ég hef alveg lent í því, sko, en ég hef ekki viljað það, sko. Nei, en sko... Já, mér finnst bara, mínir kraftar ekki akkurat það, sko. Og þarna, ég sé mig ekki fyrir mig í pólitík, sko. Nei, en þú hefur áhugaðið samt. Já, bara fylgjast með í raun, já, og fjarska. Hvernig sérðu nýja árið fyrir þér, 2016? Ég sé að þannig fyrir mér að það verða marga skipakomur til okkar. Þú ert að hugsa vinnuna? Ég er að hugsa vinnuna núna og ég hef káa að færa upp í úrvalsdeild og kannski Þór líka, við vona það. Já. Ég ætla að vona að vera gott veður líka. Snjóléttur vetur, en þarna gott veður. Já, við fengum nú ekki sérstætt sumar í fyrra. Nei, gott haust. Já, það var... Það er ekki lítið á björtu hliðarnar. Já. Hvað er reiknað með því að vera mörg skip sem koma? Er búið að skipuleggja þetta alls saman? Já, það er búið að skipuleggja alveg fram til 2017, sko. Já. 2017 hefur verið fullt. Já. Þannig lagað og 2016 er klárað bara. Það má að heimasíðu hafnarinnar það bara að geta með sér hvað skip koma og klukkan hvað og það má alveg reiða sig á þá tímasetningu og þau koma akkurat á réttum tíma. Hvað eru mörg? Það eru svipaði fjöldi en heildastærri en tölvöld meiri þannig að tekjurnar halda áfram að aukast. Eru þessi skip alltaf að stækka? Já, sko, það sem gerist síðastliðið sumar var að það komu fleiri minni skipin og þess vegna jókst fjöldi mikið.
En við horfum sérstaklega í heildarstærðina því að tonnafjöldan, tekjurnar eru þar. Stærra skip, þyngra skip, meiri peningar. Já. Og bara fleiri farþegar fyrir vikið og 2017 lítur rosalega vel út. Já, er það? Já, það verður mikil aukning þá. Já. Pétur, ég ætla að taka hérna eina mynd af þér og maður þarf að eiga mynd af harmastjórunum. Já, það ekki? Jú. Hvað gerist? Svona, jú. Jú, þetta er, ég sýni mönnum þetta og þá segi já, þetta er harmastjórinn. Pétur Ólafsson, takk fyrir komuna. Sömuleiðis. Gaman að spjalla við þig.